Komið sæl. Þá komið að því að rifja þessu upp vaxtareikning og það eru 2 myndbönd í þessum kafla sem fjalla slíkt. Þetta fyrra myndband fjallar vexti í skamman tíma eða minna en 1 ár og svo komum við að myndbandi sem fjallar vexti í mörg ár. Þetta voru bæði atriði sem komu fyrir í 9. bekk líka. En vextir eru almennt miðaðir við 1 ár nema eitthvað annað sé tekið fram. Þannig að ef þið eru með bankabók sem inniheldur 9% vexti, það þýðir að peningurinn geymdur í 1 ár inn á bankabókinni og þá hækkar upphæðin 9%. Og til þess að finna þá innistæðuna á bankabók eftir 1 ár getum við farið 2 leiðir. Annars vegar þessa leið hér, við notum prósentu þríhyrninginn, hluti heild og prósenta, finnum vextina sem þá hluti af upphæðinni og sá hluti sem safnast upp yfir árið. Þá myndum við gera 500.000 sinnum 0,09, fáum hverju vextirnir eru og bætum því við 500.000. Það er að segja ef ég ætla að leggja inn 500.000 og hafa bókinni í 1 ár. Önnur leið sem fljótlegri væri að taka innistæðuna, til dæmis 500.000, og nota breytiþáttinn. Þannig losna ég við að bæta vöxtunum við en ég fæ nýju innistæðuna beint. En hvað gerist ef við erum með vexti í minni tíma en 1 ár? Nú eins og áður sagði þá eru bankavextir miðaðir við heilt ár. Þannig að ef við ætlum að finna vexti í skemmri tíma, til dæmis 2 mánuði, þá þurfum við að finna vextina sem myndi fást á 1 ári og síðan þurfum við að finna 2/12 af því, eða 1/6, við styttum þetta. Vegna þess að það 2 mánuðir af 12. Síðan líka hægt að hafa dæmi þannig að það ekki endilega lagt inn og tekið út í heilum mánuðum. Við gætum geymt peninginn inn á banka í einhverja daga og þá þurfum við að finna hversu stór hluti það af einu bankaári. Og út frá einhverju gamalli hefð þá reiknast bankaári vera 360 dagar en ekki 365 eins og hjá okkur í venjulega lífinu. Sennilega þetta afleiðing af því að menn þurfti að einfalda reikningana hér áður en vasareiknar og töflureiknar fóru að sjá alla þessi útreikninga. Þannig að til þess að finna ársvexti þá notum við bara prósentu þríhyrninginn, hluti heild og prósenta, finnum hlutan og ef við tökum eitt dæmi, ég ætla að finna ársvexti af 25.000 krónum sem á bankabók með 9% vöxtum, þá myndi ég gera 25.000 sinnum 0,09 og hér get ég ekki nota breytiþáttinn af því ég bara að finna vextina, ég ætla ekki að finna innistæðuna eftir heilt ár. Þannig að innistæðan 25.000, vaxtaprósentan 9% og það leiðandi í útreikningum 0,09 og það gefur mér að vextirnir eftir 1 ár myndi vera 2.250 krónur. Ef síðan ég væri með þessa vexti í 2 mánuði, þá þyrfti ég núna að finna 2/12 af þessari upphæð. Ég ætla að taka með ykkur 2 dæmi sem að reyna á þessa útreikninga. Og til að leysa dæmin ætla ég að styðjast við þessa reglu hér. Þetta eiginlega sama reglan, bara eftir í hvort við erum að vinna með heila mánuði, þá myndi ég nota þetta hérna. Eða erum við að vinna með einhverja daga, þá myndi ég nota neðri regluna. En vextir í einhvern skamman tíma, minna en 1 ár, eru reiknaðar þannig að ég tek innistæðuna á reikningnum, margfalda með vaxtaprósentun í 20% og sinnum hlutfallið þarna aftast. Og fyrra dæmið þá svona. Hversu háir vextir fást af 500.000 krónum ef ársvextirnir eru 12% og upphæðin geymd í 72 daga. Þetta var reglan og það einfalt að setja þetta bara inn. Innistæðan 500.000, vaxtaprósentan í 20% vantilega 0,12 og 72 þá dagar af 360. Og þegar ég seti þetta inn þá lítur þetta svona út og eftirleikurinn felst í því að slá þetta inn í vasareikni nema einhverju vilji reikna til hugunum og það kemur í ljós að
vextirnir fyrir þessa 72 daga er þá 12.000 krónur. Dæmi 2 er mjög svipað, þið þurfum bara að passa að lesa vel fyrirmælin. Nú er spurt hversu há verður 500.000 króna upphæð eftir 4 mánuði. Ef hún er kemd á bankabók með 12% ársvöxtum. Nú við notum sömu reglu áðan, nema mánuði í staðinn fyrir daga. En til þess að finna vextina þá byrjum við að setja inn innistæðuna hér, vaxtaprósentan væntanlega 0,12 og mánuðirnir 4 af 12, eða 4/12. Hér erum við komin með skammtíma vexti sem fást fyrir þennan tíma. Það er að segja vextirnir fyrir 4 mánuði eru 20.000 krónur. En hver er spurningin? Nú er ekki verið að spyrja vextina, það er að spyrja hversu há verður upphæðin eftir 4 mánuði. Nú erum næstu í búið með dæmið, en við byrjum með 500.000 krónur inn á reikningnum. Þeir hækka 20.000 krónur, þannig að innistæðan verður þá 520.000 krónur eftir 4 mánuði. Þið sjá þetta er eiginlega sama dæmi áðan, minnst okkarsti sama regla sem er notuð, en ég bara ítreka við ykkur að passa að lesa fyrirmælin. Er spurt vextina eða er spurt innistæðuna. Það er leiðilegt að kunna þetta en flaska á sem prófið bara þegar maður les spurninguna ekki nógu vel. En ég ætla að þakka fyrir mig og segi bara gangi ykkur vel.